Komið þið sæl. Það má segja að hefðbundið janúar norðan veður hafi ráðið ríkjum hjá okkur í dag. Gula viðvaranir í gildi norðanvert landið og Breiðafjörð en það er búið að vera norðan og norðaustan hvassviðri eða stormur vestanvert landið. Mest hefur vindurinn farið upp í 29 metra á sekúndu á nokkrum stöðum á Vestfjörðum en snjókoma slitta jafnvel rigningu við ströndina víða einkum á norðanverðu landinu en svona í vel flestum landshlutum hefur eitthvað fallið en hitatölurnar hafa ekki farið út í neinar öfgar en hlýjast var suðaustanlands þar sem hitinn fór upp í 7 stig á nokkrum stöðum og svalast eða kaldast var suðvestanlands í Hvassahrauni og í Straumsvík en það var 8 stiga frost þar. Við sjáum hér á þessar gervitónmynd frá því að hádegi í dag að það eru litlar lægðabólu hér suður af okkur og einnig hér norðaustur og þær hafa svona aðeins brotið upp þrýstisvið á austanverðu landinu þannig að það hefur verið hægari vindur þar en ef við skoðum stóru yfirlitsmyndina þá sjáum við þar stóru lægð hér suðaustur af okkur þar sem hún ætlar að gera næsta sólarhringinn það er að fikra sig til norðausturs. Það er að draga úr vindi og úrkomi til morguns, það gerist hægt og rólega. Við sjáum síðan á þriðjudaginn fyrir að snúast til norðaustlægrar áttar hjá okkur og það er svo ný lægð sem kemur hér úr suðvestri en hún er ekki að fara að færa okkur að jafn mikinn vind og var í dag og fram á nótt. Á hitasvæðinu þá er svona heldur mildara loft að koma úr austri hérna sem skýrir af hverju úrkoman hefur breyst aðeins út í slyddu og rigningu en síðan þegar líður á vikuna þá er að herða á frostu all land hjá okkur. En hér í kvöld og nótt sjáum við þessar hríðar viðvaranir á norðvestanverðu landinu. Þær halda áfram fram eftir morgni. Undir hádegi þá detta þær út á ströndum og Norðurlandi vestra, Vestfjörðum og Breiðafirði. En við sjáum að það er áfram norðan allhvass vindur og éljagangur eða snjókoma fyrir norðan. Það er áfram möguleiki á þessari blöndu og sérstaklega við ströndina hér norðaustan til að þetta fari jafnvel út í slyddu eða rigningu. En hér syðra þá er að stefna í að það verði úrkomi lítið svona það stytti upp þegar líður á daginn og seinnipartinn verði jafnvel að sjást til sólar. Hitatölur þær eru svona í kringum frostmark en eins og sagði þá fer síðan kólnandi hjá okkur þegar við lítum fram í vikuna. Á þriðjudaginn þegar snýst til þessar norðaustlægrar áttar það er útlit fyrir að verði svona 8 til 15 metrar á sekúndu. Þá áframhaldandi éljagangur hér fyrir norðan en það dregur þó úr ákveðinni eins og sjá má. Það svona er heldur að kólna hjá okkur, ekkert rosalega mikið en það er svona sjáanlega smávegis. Möguleiki á einhverju smá úrkomi allra síðust snjókomi eða slyddu en síðan styttir það upp þegar líður á daginn. Síðan á miðvikudaginn þá er útlit fyrir að það verði aðeins norðlægara, það er svona 5 til 13 metrar á sekúndu en þó strengur hér með austurströndinni. Hitatölurnar þar eru ennþá á niðurleið, það er stöku él hér með norðurströndinni en víða bjart syðra. En síðan á fimmtudaginn snýst yfir í austlægari átt hjá okkur og hvessir heldur þá sérstaklega hér með suðurströndinni og mögulega hérna úti fyrir Vestfjörðum. Hitatölurnar þar eru svona í lægra lagi, allar undir frostmarki en möguleiki á að það verði smávegis úrkoma hér allra syðst en síðan við skoðum í Skandinavíu. Þá eru heldur ekki miklar öfgar í hitatölunum þar það helst allra nyrst þar sem það er farið í 2 stafa frosttölur. Sjáum hér það er rigning bara sunnan til í Skandinavíu en síðan snjókoma þegar norðar dregur. Þessi víðáttu mikla lægð, hún er nokkuð veginn að stjórna hjá okkur veðrinu þó nokkuð víða en þegar sunnar dregur þá er önnur lægð þar sem er að fara snjókoma í Alpana og vætu víða við Adriahaf og Balkanskaga en nokkuð þurrt á Íberíuskaganum. Síðan í Vesturheimi þá sjáum við að það er hæð sem stjórnar hér veðrinu í suðausturhlutanum og lægð hér austast í Kanada, þannig að snjóar þar, það er nú engin fimbulkuldi í Kanada eins og sjá má en aðalmálið hér er veðrið á vesturströndinni en þar er linnulítil ferð af lægðum sem kemur þar inn, það er inn í færiband og það heldur áfram núna í kvöld og nótt og alveg fram á þriðjudag, það er þó nokkuð búið að ganga á hjá þeim en hjá okkur það er minnkandi norðanátt til morguns og fram eftir degi, dregur heldur úr úrkomunni, það eru gular viðvaranir
í gildi á Breiðafirði, Vestfirði og Ströndum og Norðurlandi vestra núna alveg þangað til hádegi á morgun að gera fylgjast með þróun mála þar. Þetta gæti haft áhrif á færð á vegum. Segjum þetta gott í bili. Takk ykkur fyrir og verið sæl.